Einn af grunuðum lykilmönnum í glæpahópnum 764 hefur verið handtekinn af bandarísku alríkislögreglunni. Íslenskur þolandi hópsins finnur fyrir létti. Evrópusambandið hefur ítrekað frestað ákvörðun lagningu tolla á kísilmálm frá Íslandi og Noregi. Utanríkisráðherra telur að það sé til marks að málflutningur ríkjanna sé að ná í gegn. Stjórnvöld í Bretlandi kynna herta stefnu í málefnum hælisleitenda. Þeir sem fá vernd gætu þurft að bíða í 20 ár eftir varanlegu búsetuleyfi verði stefnan samþykkt í þinginu. Fækkað hefur í hópi þeirra sem þurfa að nýta sér neyðarskýli Reykjavíkurborgar. Þriðjungur heimilislausara er með erlent ríkisfang. Tímamót verða í sögu kvikmyndahúsa á Íslandi á næsta ári þegar bíóhöllinni við Álfabakka í Reykjavík verður lokað. Stofnandi fyrirtækisins segir að þetta hafi verið erfið ákvörðun. Gott kvöld. Bandaríska alríkislögreglan hefur handtekið tvítugan Bandaríkjamann sem er grunaður að hafa verið áhrifamikill í glæpahópnum 764. Maðurinn situr meðal annars á myndefni af íslenskri unglingsstúlku sem var föst í klóm hópsins í 3 ár. Stúlkan og móðir hennar sögðu frá kynnum sínum af 764 í Kastljósi fyrir mánuði. Ég fer reglulega inn á Google og googla bara 764 Discord eða grúp 764. Og í morgun þá sá ég það að það er búið að handtaka einn sem var gerandi hjá henni. Og vinur aðalgerandans, segir hún mér. Og hvernig var þið við þegar þú sást þetta? Já, ég sendi sem sagt á hana, skilaboð, hún var í skólanum. Hún bara, herðu, kannast þú við gaur sem gengur undir nafninu Corrupt? Fyrsta sem kom upp í hausinn minn var, fuck, er hann búinn að finna mömmu? Þú hræddu við hann? Já. Þetta var þá bara meðlumur í eins og Harm Nation, 764, Slit Society og allt þetta. Og hvað veistu þessa mannesku eða hans hlutverk í þessum hópi? Hann var einn af þeim svona stóri þarna. Það sem að hann var búinn að láta gera fullt af cut signs fyrir sig, blood signs eða fan signs og allt það. Það er eiginlega hvernig þú verður hásettur í grúpunum. Það er bara fyrir eftir hversu mörgum þú ert búinn að beita ofbeldi. Ég veit að hann gerði ekki bara á netinu heldur. Hann sem sagt var handtekinn í sumar og samkvæmt þessum fréttum sem að ég fann þá var sem sagt FBI að gera þetta opinbert bara fyrir 2 eða 3 dögum. Þetta er vissléttir. Það er náttúrulega von bara að því að hann er vinur þeirra sem voru verstu gerendurnir að það sé kannski eitthvað að fara að gerast. En gefur þetta einhverja von? Já, svolítið mikið. Út af því að hann þekkti Flar. Sem var aðalmaðurinn í hópnum? Já, sem var aðal sem að beitti mér ofbeldi. Þannig að mér líður eins og að þetta sé loksins að koma bara í áttina að Flar og þeim. Hver voru viðbrögðin í kringum ykkur fjölskylduna eftir að þið mæðgurnar sögðu frá lífsreynslu dótturinnar? Þau voru rosaleg. Fólk er búið að vera að hafa samband við mig og segir mér að það hafi ekki átt að sjá því hversu alvarlegt þetta var. Það segja allir að hún sé rosalega sterk og að þurfi virkilega sterkan einstakling til þess að koma svona fram. Ég hef líka fengið skilaboð frá mannesku sem vinnur á Bugl sem að sagði mér það að hún grunaði að það væru krakkar sem hefðu lent í þessu. En náttúrulega út af trúnaði þá segir hún ekki meira. En hennar von er að þau börn opni sig núna. Og svo fékkstu símtal frá Bjarkarhlíð, segðu mér frá því. Já, ég fekk lögreglukonan sem ég talaði við í Bjarkarhlíð hringdi í mig og vildi biðjast afsökunar á því að hafa ekki haft samband aftur eftir að ég talaði við hana. En hún hafði nú samt sent skilaboð á alþjóðadeild lögreglunar varðandi þetta mál og hún hafi fengið tilbaka bara þetta staðla að máli var í móttekið og svo ekki heyrt neitt meira. Þóra, hvernig gengur lögreglu að uppræta þennan hóp 764? Já, sko,
Ég talaði við fulltrúa okkar hjá Europol í dag og fékk þær upplýsingar að í Evrópu hafi verið gerðar að minnsta kosti 20 handtökur í tengslu við rannsóknir á þessum hópi, en á heimsvísu eru þær margfalt fleiri. Við höfum ekki nákvæmar tölur yfir hversu margir hafa verið handteknir, þó nokkrir hafa hlotið þungadóma, þar á meðal menn sem að þessi stúlka segir að hafi brotið á sér. Og þær handtökur hafa verið gerðar í Bandaríkjunum. Þessi maður, þessi Corrupt, var einmitt handtekinn í Bandaríkjunum, 20 maður, og þannig að lögreglan svona búin að vera að þrengja hringinn í kringum þessar sem eru grunaðir að vera aðalgerendurnir. Maðurinn sem í hennar tilviki virðist vera aðalgerandinn hefur gengið undir nafninu Flar og lögreglan hefur ekki haft hendur í hári hans. Já. Hvað vitað samskipti þessa mann sem var handtekinn og stúlkunar sem þú ræddir við? Hún lýsir því að þau hafi þekkst vel. Þau hafi verið inn í þessu samfélagi í langan tíma. Hún upplifir að þau hafi þekkst vel. Eins og hún greindi frá í þessu Kastljósviðtali þarna fyrir mánuði síðan. Þá tíðkaðist það í þessum hópi að vera tekin fyrir í svona beinu streymi, niðurlagður af fjölmörgum, og hann á að hafa fylgst með því þegar hún var tekin svona fyrir, látin skaða sig og dreifa kynferðislegu myndefni af sér og svoleiðis. Þannig að hann hafi í rauninu fylgst með því, en hann ekki beinn, hún upplifir hann ekki sem svona beinan geranda, en þó þáttakanda í þessu neti. Þóra Tómasdóttir, takk fyrir þetta. Takk. Utanríkisráðherra segir að ítrekuð frestun á ákvörðun framkvæmdastjórnar ESB undanþágu frá verndartollum á kísilmálmi bendi til þess að málflutningur Íslands og Noregs síðan á eyrum aðildarríkja sambandsins. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur á ný frestað að taka endanlega ákvörðun hvort Ísland og Noregur fái undanþágu frá verndartollum sambandsins á kísilmálmi. Upphaflega stóð til að taka ákvörðunina á föstudag. Því var frestað þar til í dag og nú hefur ákvörðunartöku enn verið frestað. Fundað verður máli á morgun. Já, við vitum það að það frekar sjaldgæft að svona atkvæðagreiðslum sé frestað og það ítrekað og það svona gefur til kynna að það er ýmis samtöl sem eiga sig greinilega stað meðal og milli aðildarlanda Evrópusambandsins. Ísland og Noregur hafa lagt kappa á að sannfæra aðildarríki ESB að ríkin 2 séu hluti af innri markaðinum og eigi því rétt á öðruvísi meðferð en ríki eins og Kína og Indland. Þorgerður Katrín segir að bæði íslensk og norsk stjórnvöld hafi unnið linnulaust við að sannfæra aðildarríki sambandsins það. Já, það hafa mörg símtöl og samtöl hafa átt sér stað og puttarnir eru svolítið stirðir eftir helgina. Fari svo að framkvæmdastjórn ESB haldi tollunum til streitu muni íslensk stjórnvöld bregðast við. Hvernig brugðust verið við komi ljós eftir að niðurstaðan liggur fyrir. Og við ræddum það meðalans í trúnaði við og upplýstum nefndina það hér áðan. Það kemur hins vegar ljós eftir það ákvörðun sem liggur fyrir og enn held ég í vonuna að hún verði okkur hagfelld. Sigríður, þið ætlið að fjalla meira þetta í Silfrinu hér á eftir. Jú, við ætlum að velta fyrir okkur stöðu Íslands gagnvart Evrópusambandinu í ljósi kísiltollamálsins. Og það eru líka blikur á lofti í efnahagsmálum og þingmennirnir Bergþór Ólafsson, Dagur B. Eggertsson og Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir ætla að fara yfir sviðið. Við ætlum líka að ræða við Ingu Sæland félagsmálaráðherra og formann Flokks fólksins hér í Silfrinu klukkan korter yfir 8. Missum ekki af því, takk fyrir þetta. Ríkisstjórn Bretlands boðar nýja stefnu í málefnum útlendinga og flóttamanna. Yfirlýst markmið hennar að draga úr metfjölda hælisumsókna í Bretlandi en flóttamannaráð landsins efast að stefnan hafi tilætluð áhrif. Nýja stefnan byggir á strangri innflytjendastefnu Danmerkur. Ætlunin að gera það minna aðlaðandi fyrir ólöglega innflytjendur að koma til Bretlands og auðvelda stjórnvöldum að vísa þeim burt sem þegar eru þar. Aldrei hafa fleiri sótt hæli á Bretlandseyjum. Í júní voru umsóknirnar orðnar 111.000 talsins samkvæmt opinberum tölum. Margir líta á stefnuna sem viðbragð við vaxandi vinsældum harðalínu hægriflokka sem hafa farið hörðum orðum núverandi innflytjendastefnu.
Shabana Mahmood, innanríkisráðherra Bretlands, hefur varið hana af miklu móð og segir af og frá að það sé ástæðan. Stefnan hefur verið gagnrýnd en svo hún verði að lögum þarf breska þingið að samþykkja hana. Það geti reynst erfitt því fjölmargir þingmenn Verkamannaflokksins sem við stjórnvöldin hafa gagnrýnt breytingarnar opinberlega. Þá hefur BBC eftir heimildum að jafnvel ráðherrar í ríkisstjórn Keir Starmer hafi efasemdir. Flóttamannaráð Bretlands hvatti stjórnina til að endurskoða áætlunina enda dragi hún ekki úr vilja fólks til að leita þar hælis. And of course, we need to have an asylum system that is fair, that is controlled. We absolutely need to secure and control our borders. But you don't achieve that by reforms that, frankly, are not going to stop the boats. You achieve that by looking at the scheme that is already in place with France, ensuring it actually works and that it is scaled up, and other means like that, working internationally with other countries to address why people flee in the first place. Mahmoud hefur sagt þetta mestu uppstokkun í málaflokknum á síðari tímum. Meðal breytinga eru að í stað 5 ára áður þurfa þeir sem fá hæli að bíða í 20 ár eftir að sækja varanlega búsetum. Fólk fær hæli tímabundið til 2,5 árs í senn og verður sent aftur til síns heima ef það talið öruggt. Flóttamenn geta aðeins áfrýjað máli sínu einu sinni, ef það verður ekki samþykkt þá þeim vísað burt. Sumir, þar á meðal þeir sem hafa brotið lög, gætu verið sviptir húsnæði og framfærslu greiðslum. Innanríkisráðherrann lagði áætlunina fyrir þingið síðdegis. To the British public who foot the bill, the system feels out of control and unfair. It feels that way because it is. The pace and scale of change has destabilised communities. It is making our country a more divided place. There will never be a justification for the violence and racism of a minority. But if we fail to deal with this crisis, we will draw more people down a path that starts with anger and ends in hatred. I have no doubt about who we really are in this country. We are open, tolerant, and generous. But the public rightly expect that we can determine who enters this country and who must leave. I am pleased that she is bringing forward measures to crack down on illegal immigration. It's not enough, but it is a start. Britain has a long and proud history of responding with compassion to people fleeing unimaginable horrors. That should continue in a way that is fair and sustainable. So we welcome some of what the Home Secretary has said on that score. But what is not helpful is the Home Secretary claiming that the country is being torn apart by immigration. Acknowledging the challenges facing our nation is one thing, but stoking division by using immoderate language is quite another. Börn sem neyddust til að flytja frá Grindavík vegna eldsumbrota meta lífsánægju sína minni en jafnaldra sínir. Þetta gefa niðurstöður íslensku æskulýðsrannsóknarinnar til kynna en hún gerð á hverju ári meðal barna í 7. til 10. bekk í grunnskóla. Í ár var sjónum sérstaklega beint að líðan barna frá Grindavík en þau voru í vor skráð í 68 grunnskóla víðs vegar landið. Á meðal niðurstaðana að grindvísk börn upplifðu ekki aðeins veikari tengsl í skólanum, heldur fundu þau líka fyrir meiri líkamlegum einkennum á borði depurð, kvíða og höfuð og magaverki. Kolbrún Þ. Pálsdóttir, prófessor og forseti menntavísindasviðs HÍ, er merkjanlegur munur á grindvískum börnum og jafnöldrum þeirra? Já, það það sem við erum að sjá í þessari fyrstu skipulögðu rannsókn á líðan barna sem hafa urðu að flýja heimili sín vegna náttúruhamfaranna í nóvember 2023 og það sem stendur upp úr einmitt mat þeirra á eigin lífsánægju. Þetta við notuðum gögn úr íslensku æskulýðsrannsókninni þar sem hátt í 18.000 börn á aldrinum 6 í 7. til 10. bekk svara þeim spurningalistum. Og það semst mat þeirra á lífsánægju sinni marktækt minni heldur en jafnaldrar þeirra á landsvísu og einnig þessi félagsleg tengsl. Og það auðvitað mjög mikilvægt að við reynum að skilja áhrif svona náttúruhamfara á börn og ungmenni. Við vitum að börnin og fjölskyldur bjuggu við mikla óvissu bæði fyrir brottvarirnar og síðan síðustu 2 árin og óvissan ekki öllu leyti lokið. Þannig að við vorum ekki að meta í raun og veru viðbrögð stjórnvalda því við vitum að þau voru umfangsmikil og mörg. En það sem að þessi rannsókn staðfestir að áhrifin þau eru enn merkjanleg.
og þess vegna þetta mikilvæg hvatning til bæði foreldra, kennara og fagfólk sem vinnur með börnum í skóla- og frístundastarfi að fylgjast með þessum félagslegu tengslum með líðaninni og veita börnum frá Grindavík áframhaldandi stuðning. Var eitthvað sem kom á óvart? Var þetta meiri munur en kannski hefði mátt búast við? Það sem kom okkur óvart var það að við gátum borið börn sem flúðu vegna jarðhamfaranna saman við börn sem hefðu búið í Grindavík og flutt áður af öðrum orsökum vegna þess að pabbi var að skipta vinnu eða eitthvað annað. Og við sjáum þá mjög skýrt þegar við berum saman börn sem fluttu ekki vegna hamfara heldur annarra orsaka að þau þeim líður betur og í betri félagslegu tengslum heldur en þau sem fluttu vegna hamfaranna. En ég vil líka koma í framfæri að við vitum að börn sem lenda í mótlæti, þau þroskast oft mjög hratt og mynda seiglu og annað og við þurfum að afla frekar upplýsinga reynslu, viðhorf og líðan barna sem bjuggu í Grindavík og fluttu vegna þessara stórkostlegu náttúruhamfara. Vegferðin ekki lokið, sum þeirra stefna á að snúa tilbaka með fjölskyldu sínum, önnur eru búin að koma sér vel fyrir og auðvitað vitum við að þetta mjög margbreytilegur hópur. Þannig að það ber svona að, en engu síður að hafa í huga að þessi rannsókn sem auðvitað bara fyrsta skrefið sýnir að margtakan mun. Já. Þannig að það bara mjög mikilvægt. Takk fyrir þetta, Kolbrún. Færri leita húsaskjóls í neyðarskýlum Reykjavíkurborgar en áður og gistinóttum hefur einnig fækkað. Fjórðungur með lögheimili utan Reykjavíkur. Reykjavíkurborg rekur gistiskýli og búsetuúrræði fyrir heimilislausa á nokkrum stöðum í borginni. Margir þeirra sem þurfa á þjónustu að halda glíma við fíkn og geðrana Karlmenn í miklu meirihluta. Heimilisleysi kvenna hefur líka annars konar birtingamynd, svo við þurfum að vera meðvituð það að konur fá frekar inn, til dæmis heldur en kallar hjá öðrum og dvelja þar kannski í ótryggum aðstæðum, svo en það eru mun fleiri karlmenn heldur en konur sem sækja í neyðarskýli hjá okkur. Stefna í málefnum heimilislausra með miklar og flóknar þjónustuþarfir var samþykkt í borgarráði fyrir 6 árum og hefur aðgerðaráætlun verið mótuð samkvæmt þeirri stefnu. Þar má nefna skaðaminnkun, ráðgjöf og aukna vöktun. Já, Reykjavíkurborg eina sveitarfélagið sem hefur sér marktaka stefnu í þessum málaflokki og við söknum þess að hafa ekki stefnu frá ríkinu í þessum málaflokki þar sem þetta snertur svo sannarlega málefni líka sem snerta ríki líkt og heilbrigðismál og önnur. Svo að það ekki bara nóg að veita húsnæði, það þarf að veita viðandi stuðning við hæfi. Rúmlega 420 einstaklingar leituðu húsaskjóls hjá borginni fyrir 2 árum. Þeir voru rúmlega 390 í fyrra og 313 það sem af þessu ári. Gistinóttum fækkaði 2000 í fyrra og stefnir í svipaða fækkun á þessu ári. Sofía segir margt hafa áunnist en vandinn sé þó enn til staðar. Nei, heimilisleysi náttúrulega bara flókið fyrirbæri og heimilisleysi getur verið víða þó að birtingamynd koma oft upp í neyðarskýlum en við erum auðvitað líka með öfluga vettvangsþjónustu þar sem við erum að meta líka heimilisleysi annar staðar frá og við erum að sjá að vandinn svo sannarlega ennþá til staðar en við erum kannski ná að grípa hann örlítið betur á fyrstu stöðum. Fjórðungur þeirra sem leitar í neyðarskýli borgarinnar með lögheimili utan Reykjavíkur. Þriðjungur með erlent ríkisfang. Já, allir sem hjá okkur eru með íslenska kennitölu svo við bara styðjum þá til jafns við alla aðra en auðvitað getur stundum verið takmörkunum háð eins og varðandi skilningu frá tungumálaorðuleikum og annars og það krefst kannski annars konar viðbragðs stundum en við bara veitum jafna þjónustu fyrir öll. Fyrrverandi forsætisráðherra Bangladesh var í morgun dæmd til dauða af stríðsglæpadómstóli í landinu fyrir glæpi gegn mannkyni. Hún kallar réttarhöldin skrípaleik og segir dómstólinn hlutlægan. Rúmlega 1000 manns voru drepnir í ofbeldisfullum aðgerðum stjórnvalda í fyrra. Sheikh Hasina Wajed sá forsætisráðherra sem lengst hefur verið við völd í Bangladesh frá því að landið fékk sjálfstæði. Hún var fyrst forsætisráðherra 1996 en ríkisstjórn hennar hefur verið við völd í 15 ár og verið sökuð víðtæka spillingu. Bangladesh tiltölulega ung þjóð. Ríkið var stofnað 1971 þegar það klauf sig frá Pakistan í blóðugri borgarastyrjöld. Faðir Hasínu, Sheikh Musbur Rahman, leiddi landið til sjálfstæðis og varð fyrsti forseti þess. Hann var myrtur 1975 í valdaranni hersins. Hasína og yngri systir hennar komust lífs af og flúðu til Indlands. Mótmæli blossuðu upp í fyrra eftir úrskurð Hæstaréttar landsins að kvóti á opinber störf skyldi endurvakin. Í byrjun árs hafði Hasína unnið kosningar en stjórnarandstæðan sniðgekk þær og niðurstöðurnar voru harðlega gagnrýndar. Stjórnvöld brugðust við mótmælum af hörku og 1400 voru drepin.
flest af öryggisveitum stjórnvalda. Hasina sagði af sér, flúði til Indlands í ágúst og hefur verið í sjálfskipaðri útlegð síðan. Stríðsglæpadómstóllinn dæmdi hana til dauða í morgun þrátt fyrir að hún var ekki viðstödd réttarhöldin. Hún var sakfelld fyrir glæpi gegn mannkyni. Hasina fordæmdi dóminn í yfirlýsingu. Hún sakar dómstólinn að vera hlutdrægan og knúin pólitík. Réttarhöldin hafi verið skrípaleikur og hún neitar öllum sakargiftum. Kvikmyndahúsi Sambíóana við Álfabakka í Reykjavík verður lokað á næsta ári og þar með líkur nærri 50 ára sögu kvikmyndasýninga á þessum stað. Stofnandi fyrirtækisins segir að þetta hafi verið erfið ákvörðun. Segja má að blað hafi verið brotið í sögu kvikmyndahúsa á Íslandi þegar bíóhöllin hér við Álfabakka var opnuð í mars 1982. 6 sýningarsalir voru í húsinu og pláss fyrir rúmlega 1000 bíógesti. Á þessum tíma var sjaldgæft að kvikmyndahús væru með fleiri en eitt sal. Bíóhöllin var í hópi fullkomnustu kvikmyndahúsa á Norðurlöndum. Í kjallarunum var svo opnaður skemmtistaðurinn Broadway sem Ólafur Laufdal rak í mörg ár. Árni Samúelsson, stofnandi Sambíóana, segir að það hafi verið mikið verkefni að finna húsinu stað og byggja. En það var náttúrulega dálítið erfitt að fá þessa lóð eins og kunningi minn góður Albert Guðmundsson, hann bjargaði því að þessi lóð kom til mín og svo náttúrulega Stefán Hilmarsson í Búnaðarbakkanum sem nú Arionbanki núna, að hann bjargaði að koma með peninga og þess vegna komst þetta hús upp og þá fór ég að tala við Ólaf Laufdal og hann fór og tók kjallara niðri sko. En það sýndi sig strax á opnunardegi, þá var hér mjög mikið að gera og var mjög mikið að gera í þessu húsi bara í öll árin sko. Hugsaði þetta hús var einu sinni með 450.000 manns á einu ári. Þannig að viðtökurnar hafa verið mjög góðar alveg strax á byrjun. Það voru mjög góðar, það voru raðir út á götum, út á götu eftir miðum og að hleypa inn hérna, það var bara sko hamagangur á leiti sko. Árni segir að markaðurinn hafi tekið miklum breytingum eftir COVID-faraldurinn. Upphaflega hafi staðið til að endurnýja húsið en það forsendur breyttust. Og það bara var og dýrt fannst okkur til þess að fara að gera það og þá var best bara að selja og hugsa vel Kringluna og Egilsvöllina því að það eru 2 bestu bíó í bænum sko. Símafyrirtæki Nova keypti húsið fyrir nýjar höfuðstöðvar. Síðasta kvikmyndasýningin verður 31. janúar og þá lýkur þessari tæplega 44 ára sögu. En það hlýtur að vera erfið ákvörðun að loka þessu húsi sem svona mætti... Það er alveg rétt hjá þér. Það er erfitt fyrir mig allavega og fjölskylduna að loka þessu húsi sem hefur verið svona mikið kringum þá að vinna við það og tala ekki þegar það var nýtt að þá var all fjölskyldan að vinna hérna og vann fram á nótt sko. Því að það var náttúrulega mjög mikið að gera hérna sko, alltaf bara fyrstu árin og það hefur náttúrulega verið mjög gaman að vera í kringum þetta hús hérna og það verður aldrei eftirsjá eftir það sko. Í upphafi 9. áratugs síðustu aldar það leyti sem var verið að opna bíóhöllina við Álfabakka voru 9 önnur kvikmyndahús starfandi í Reykjavík. 7 þeirra eru ekki lengur til. Hafnarbíó, Gamla bíó, Nýja bíó og Tónabíó voru öll búin að loka fyrir árið 1990. Austurbæjarbíó og Stjörnubíó hættu upp úr aldamótum og reglulegum kvikmyndasýningum var hætt í Háskólabíói fyrir 2 árum. Ásgrímur Sverrisson, kvikmyndagerðarmaður, segir að markaðurinn hafi tekið miklum breytingum á undanförnum árum. Það sem skýrir hana fyrst og fremst er að samdráttur hefur orðið töluverður í bara aðsókn á kvikmyndahús. Við vorum svo þjóð sem fór allra mest í bíó. Við erum það reyndar ennþá, en það hefur svona dregist saman, miðasal hefur dregist saman bara svona þriðjung á nokkrum árum. Bíóhúsin að laga sig aðstæðum, núna samdráttarskeið. Það þýðir ekkert að kvikmyndindar sé að hverfa þess áttar, heldur bara alveg sama og þau gerðu á sínu tíma fyrir nokkrum áratugum, þá brugðustu við aðstæði með því að fjölga kvikmyndahúsum. Nú er það að draga úr kvikmyndahúsum og draga úr sætaframboði í rauninni. Það bara vegna þess að nú eru komnir aðrir tímar og fólk bara laga sig að þeim aðstæðum.
Tvö áður óþekkt tónverk eftir tónskáldið Jóhann Sebastian Bach komu nýlega í leitirnar 275 árum eftir andlát hans. Talið að hann hafi verið 18 ára þegar hann samdi verkin sem eru fyrir orgel. Verkin voru frumflutt í Tómasarkirkjunni í Leipzig í Þýskalandi í dag, en þar var Bach kantor. Það tók Peter Volny, forstöðumann Bach-safnsins í Leipzig, 30 ára af rannsóknarvinnu að eigna tónskáldinu verkin. Hvorugt þeirra merkt Bach, né með hans rithönd eða dagsett. Verkin fundust í konunglega bókasafninu í Belgíu. Ja, also man erkennt, dass hier jemand komponiert, der schon in jungen Jahren irgendwie über dem Durchschnitt steht, über dem Mainstream und dem es eben nicht damit getan ist, einfach nur schöne Stücke abzuliefern, die es irgendwo anders auch schon mal gab. Also dieses individuell sein wollen ist was ganz Ausgeprägtes. Menningarmálaráðherra Þýskalands sagði ótrúlega heppni að verkin hefðu uppgötast. Und es ist eine Weltsensation, eine Premiere für uns alle, dass ein Stück nach 320 Jahren, vielleicht sogar ein bisschen mehr, nun zu hören sein wird. Das freut den Erdball ganz, ganz viele Freunde der Musik. Bergsteinn, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi í kvöld? Við ætlum að tala innflytjendur og íslensku kunnáttu. Atvinnuþátttaka innflytjenda er hvergi hærri innan OECD-ríkjanna hér á landi. En á hinn bóginn þá telja sig ekki nema 18% þeirra sig hafa góða færni í íslensku sem er langt undir OECD-meðaltalinu. Við ætlum að ræða hvað veldur við þau Alex Sötru Leonardsdóttir, hún er sérfræðingur hjá ASÍ og Roberto Pagani, hann er aðjúnkt í íslensku fyrir erlenda nemendur við Háskóla Íslands. Svo er Grindavík, það verður kosið í vor við fordæmalausar aðstæður og við ætlum að kynna okkur nýstárlegar tillögur hvernig ég að standa því. Takk fyrir þetta, Bergsteinn. Þá ætlum við að kíkja á veðrið. Smálægð sem hefur verið yfir landinu í dag, þokast til suðausturs og dregur síðan til okkar kalda norðanátt og þannig að frystir allt land. Smá él verða viðloðandi norðan og austanvert landið en lengst af léttskýjað á suður- og vesturlandi. Búast má við éljum vestastaflandinu annað kvöld. Nánar veðrið að loknum íþróttum. Kvennalandslið Íslands í handbolta hóf í dag undirbúning fyrir heimsmeistaramótið sem hefst í Þýskalandi í næstu viku. Matthildur Lilja Jónsdóttir, 17 ára ÍR-ingur, bættist við HM-hópinn í dag. Íslenska kvennalandsliðið í körfubolta mætir Portúgal ytra á morgun í undankeppni EM. Og Heimir Hallgrímsson er elskaður og dáður í Írlandi eftir ótrúlegan 3-2 sigur Íra á Ungverjalandi í gær. Við heyrum frá Heimi í íþróttum hér eftir fréttir. Helstu atriði frétta. Einn af grunuðum lykilmönnum í glæpahópnum 764 hefur verið handtekinn af bandarísku alríkislögreglunni. Íslenskur þolandi hópsins finnur fyrir létti. Evrópusambandið hefur ítrekað frestað ákvörðunum að leggja tolla á kísilmálm frá Íslandi og Noregi. Utanríkisráðherra telur að málflutningur ríkjanna síðan á í gegn. Stjórnvöld í Bretlandi kynna herta stefnu í málefnum hælisleitinda. Þeir sem fá vernd gætu þurft að bíða í 20 ár eftir varanlegu búsetuleyfi. Fækkað hefur í hópi þeirra sem þurfa að nýta sér neyðarskýli Reykjavíkurborgar. Þriðjungur heimilislausra er með erlent ríkisfang. Næstu fréttir verða í útvarpi klukkan 10 í kvöld og á vefnum okkar RÚV.is má nálgast allar nýjustu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. Þessum fréttatíma er lokið, verið sæl.